velkomin að Samkomu United Reykjavík, gott að sjá okkur. Við langar að bjóða okkur að rísa á fætur og lofa Guð með okkur. Heilagi Fari, ég þakka þér fyrir nærveru þína. Ég þakka þér Drottinn fyrir að það stendur í þínu orði, þar sem 2 eða 3 eru samankomnir, þar ert þú mitt á meðal. En Jesús, ég þakka þér fyrir að þú ert hér. Þú ert hér til að mæta okkur, þú ert hér til að vinna í hjörtum okkar og tala til okkar. Heilagi Faðir, viltu gera sem þú vilt gera í kvöld. Takk Jesús. The chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to
kvöldi og velkomin á samkomu United. Gott að sjá ykkur og gott að vera komin. Ég er búin að vera ekki á landinu lengi og búin að hlakka mikið til að koma. Ég er með bænaefni í kvöld, biðjum fyrir bænaefnum. Ég veit að það eru margir með bænaefni á hjarta og já, líka velkomin þeir sem nýir eru að koma hér í fyrsta sinn. Velkomin. Og við ætlum að biðja saman. Við ætlum að lyfta bænaefnunum upp Guðs og hann heyrir bænir okkar, hann þekkir hjört okkar og ég veit að við erum öll með bænaefni og það er eitt bænaefni, Kristín sem er oft í sjoppunni, hún er glímaði veikindi, við ætlum að biðja fyrir henni og fá fullkomna lækningu og svo eru bara margir sem eru út að þjást sem við ætlum að biðja fyrir og fólkin í kringum okkur. Rísið endilega á fæti þeir sem geta og biðjum saman. Heilagi Faðir, ég bara þakka þér fyrir að þú ert hér í kvöld. Takk fyrir Drottinn minn allt það sem þú ætlar að gera í lífum okkar hér. Ég biðst Drottinn minn að þú opnir augu okkar og eyru fyrir því sem þú vilt segja við okkur. Hjálpa okkur að sjá vilja þinn, hjálpa okkur að meðtaka vilja þinn, hjálpa okkur að meðtaka allt sem þú vilt gera í hjörtum okkar. Hjálpa okkur að vaxa í þekkingu, í kærleika og bara í þessum styrkleika sem þú einn getur gefið. Takk Drottinn minn líka fyrir þennan frið sem þú einn getur gefið. Og ég bið fyrir einum og sérhverjum hér í kvöld, Drottinn minn, að þú gefir þeim þennan frið, leysir þau undan því sem að bindur, takir í burtu kvíða, áhyggjur og hugsanir og hjálpir einum og sérhverjum að ganga í gegnum það sem hann er að ganga í gegnum. Gefa styrk í fætur og gefa þessa von. Þú ert þessi von sem við treystum á og við leggjum allt í þínar hendur, Drottinn minn. Takk fyrir að þú hefur sigrað allt vald óvinarins. Takk fyrir að þú ert uppspretta lífsins. Þú ert friðurinn og sigurinn og lífið og vonin fyrir framan okkur og allt umkring og býrð innra með okkur þegar við meðtekið þig. Ég bið að blessa einn og sérhvern. Bið líka fyrir Kristínu að þú gefur fullkomna lækningu. Ég tala heilbrigðinni líkamennar og vera algjörlega heil. Takk fyrir að þú dóst fyrir hana og hún veri algjörlega heil í Jesú nafni. Og bið líka fyrir öllum þeim sem eru úti að þjást, Drottinn minn. Að þú grípir í taumana og þau sem þekkja þig, að þú tali til þeirra, opnir augu þeirra, sýnir þeim, Drottinn minn, hvernig þú sérð einn og sérhvern, sýnir þeim hversu dýrmætt einn og sérhver er, að við fáum að sjá okkur eins og þú sérð okkur. Og ég bið þess fyrir fólki að úti, Drottinn minn, að þú takir inn í ríkið þitt og gefið þeim frið og styrk og líf, blási lífi í fólk. Takk fyrir Drottinn minn og við biðjum fyrir samkomunni hér í kvöld. Blessir Kolla þegar hann kemur og talar. Takk fyrir þessa yndislegu lofgjörð og hjálpa okkur öllum að dvelja í þessari lofgjörð og þú dvelur með okkur, Drottinn minn. Og ég þakka þér fyrir það, Jesús. Halleluja. Mér langar að lesa eitt sálm og þessi sálm er búin að vera að liggja svo hjarta mínu og þegar að Guð bað mig að lesa hann, ég var eitthvað að biðja og hann sagði lest hennar sálm, lest hann tvisvar sinnum, hverja setningu fyrir sig og við erum svo vön að stundum að lesa bara einhvern veginn ekki með áherslu, allavega hann bað mig að lesa hann og ég las hann og ég ætla að lesa hann eins og einhvern veginn hann kenndi mér að lesa hann upp á nýtt og það er Davíð sálmur 23. Drottinn er minn hirðir. Drottinn er minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Svona lesum við þetta. Mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiði mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Leiði mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína. Hann hressir sál mína. Leiðir mig rétta vegu, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins.
Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt. Því að þú ert hjá mér. Því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Þú býr með borð frammi fyrir fjendum mínum. Það er ekkert skemmtilegt. En það er bara þannig í lífinu stundum. Þú smyr höfuð mitt með olíu. Þú smyr höfuð mitt með olíu. Bikar minn er barmafullur. Bikar minn er barmafullur. Það er öðruvísi þegar maður virkilega tekur þetta til sín. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína. Alla. Ekki bara í gær eða á morgun einu sinni eða einhverjum öðrum. Og í húsi drottins bý ég langa ævi. Og í húsi drottins bý ég langa ævi. Þetta getum við öll talað inn í líf okkar og staðið á þessu. Hann er sá sem að segist vera. Huggar okkur, styrkir okkur. Og ég ætla að bjóða okkur núna að taka þátt í einni part af lofgjörðinni, það er að gefa. Guð gefur okkur að gefa, hjálpar okkur að gefa. Sumum finnst það mjög erfitt. Það er ekki það að hann þurfi peningan okkar, heldur er þetta bara eitthvað sem að hann starfar í gegnum okkur og við bara tökum þetta trúarskref og viljum bara taka þátt í þessu kærleiksverki að vera gjafmild. Þannig að það eru baukar hérna aftast og posi og við þökkum ykkur fyrir hver einasta sem gefur. Ef þú finnur ekki hjá þér þá bara ekkert mál. En takk fyrir. Self
and show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Heal my heart. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. And show me how to love like you have loved me. Break my heart and break my heart for what breaks yours. 'Cause everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Þetta er svo mikið bæn að Drottinn læknaði hjarta okkar. Kendi okkur að elska eins og þú elskar náungan. Að við séum ekki alltaf að elska og þangað til einhver kemur nefana okkur og við bara förum að flýja. Heldur Drottinn kendi okkur að elska þegar að manneskjan á það ekki skilið. Kendi okkur að standa stöðug í orði þínu. Og Drottinn brjóttu hjarta okkar fyrir það sem brýtur hjarta þig. Opnaðu augu okkar fyrir því sem við sjáum ekki. Opnaðu augu okkar fyrir sannleikanum, Drottinn. Heal my heart. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. And show me how to love like you have loved me. Break my heart, Jesus, and break my heart for what breaks yours. 'Cause everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Oh, heal my heart and heal my heart and make it clean. And open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. 'Cause everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity, heal my heart. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. 'Cause everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. With you in eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him.
trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Takk Jesus. Kom þú til mín, kom til mín, ó Jesús. Kom leið þú mig og hef mig í himins stíg. Eitt sitt ég hljóður í hjarta mér bæn. Hugur minn dvelur hjá þér. Fær þú mig nær þér, fær mér anda þig. Ég elska Jesú alltaf meir. Kom þú. Kom þú til mín, kom til mín, ó Jesús. Kom leið þú mig og hef mig í himins stíg. Kom þú til mín, kom til mín, ó Jesús. Kom leið þú mig og hef mig í himins stíg. Kom þú til mín, kom til mín, ó Jesús. Kom leið þú mig og hef mig í himins stíg. Enginn sem þú, enginn snertir hjartað mitt eins og þú. Þó ég leitaði að eilífu, veit ég að enginn sem þú, enginn sem þú.
Enginn sem þú, enginn snertir hjartað mitt eins og þú. Þó ég leitaði að eilífu, veit ég að enginn sem þú. Og miskunn þín varir að eilífu og lækningu fáum hjá þér. Í þínum örmum og skortir einnig, enginn sem þú. Enginn sem þú, enginn snertir hjartað mitt eins og þú. Og þó ég leitaði að eilífu, veit ég að enginn sem þú. Mig langar að bjóða okkur að rísa á fætur með mér. Þetta svona sunnudagsskólalögin. Þau eru svo mikilvæg. Þau eru svo mikilvæg að muna að það enginn eins og Guð. Stundum þurfum við bara að einfalda hlutina. Við ætlum að gera það núna. Ekki vera að pæla í manneskjum sem situr við hliðinar eða hvort þú sért inn í fyrsta skipti. Syngjum það saman. Því það enginn eins og hann. Enginn sem þú, enginn snertir hjartað mitt eins og þú. Þó ég leitaði að eilífu, veit ég að enginn sem þú. Takk, takk. Takk, takk, Jesús. Takk, takk, Jesús. Takk, takk, Jesús. Ég vil bara þakka, ég vil bara þakka þér. Takk, takk. Takk, takk, Jesús. Takk, takk, Jesús. Takk, takk, Jesús. Ég vil bara þakka, ég vil bara þakka þér. Amen. Má fá Kolla til að koma að tala til okkar? Jesus. Takk, takk, Jesus. Takk, takk, Jesus. Ég vil bara þakka, ég vil bara þakka þér. Dísi Guði, yndislegt. Halleluja. Á maður að vera hérna uppi eða hvað? Maður bara í ljósinu, sko. Halleluja. Halleluja, við erum börn ljósins. Amen. Dísi Guði, eru þið ekki kát? Ég heiti Kolbi Sigurðsson, ég kem frá Bænahúsinu og ég elska nærveru Guðs og ég elska biðja. Og ég elska hið spámanlega. En ég þarf að gera smá játningu. Ég í vandræðum. Ég nefnilega að flýga oft svo hátt að ég þarf að koma niður og ná í höndin á okkur til að þið skilja mig.
En ég ætla bara að segja ykkur örstutt hvað ég kem. Ég kem úr Vesturbænum og elst þar upp og fer í KR. Og ég sem sagt hérna var ólst upp í bæjarblokk og þegar maður gekk fram hjá flottu hverfunum þá var kallað á eftir manni bæjarblokkari. Og ég veit ekki hvernig þau vissu það var trúlega klæðnaðurinn. Maður var ekkert voða flott klæddur. Og svo þegar maður fór í skóla þá þótti mér voða gaman að reikna þó ég væri svona einhverju leyti lesblindur og reikningurinn var alltaf alveg erfiðstu dæmin. Ég rauk í gegnum þau en auðvöldustu dæmi gerði ég vitlaus af því ég ruglaði tölunum. Og svo gekk mér alveg hræðilega illa að læra að lesa. Ég var algjör tossi að læra að lesa. Ég hef aldrei sagt neinum þetta. Og svo bara allt í einu hélt ég áfram og það kom gegnumbrot og svo var ég afbragðsnemandi og það var ekkert vandamál. Hvað margir inni lesblindir eða eiga vandamál með það? Nokkrir. Það engin skömm að því, þetta bara líka hæfileiki og hann getur nýst manni á ákveðinn hátt. En ég veit mann sem var svo lesblindur að hann treysti sér ekki til að lesa neina bók. Svo frelsast hann, fyllist heilugum anda og hann bað Guð að hjálpa sér að lesa Biblíuna því að hann þráði að lesa Biblíuna. Og hann komst í gegnum það og hann fór að lesa Biblíuna og fór að skilja hana. Þannig að Guð getur gert kraftaverk. Amen. En ég fór náttúrulega í KR og svo átti mamma einhvern tímann ekki fyrir strigaskóm og þegar ég fór á æfingu fór ég í gúmmístígvélum og þá var ég rekinn á æfingu heim. Og þjálfarinn bara hundskammaði mig og rak mig heim og eftir það tapaði KR titlinum þangað til 1999 þá reis ég upp og sagði þetta gengur ekki lengur. Ég með gremju okkar KR og ég fyrirgafaði þeim þetta. Þá unnuðu titilinn aftur. Það kraftur í því sem við segjum. Halleluja. En við erum á spennandi tímum, finnst ykkur það ekki? Það eitthvað að gerast á Íslandi og ég þessi spámaður sem hefur hjarta fyrir Íslandi og alltaf að sjá hvað Guð að fara að gera fyrir Ísland. Og tíminn núna, nú opinn himinn yfir Íslandi. Og það ekki bara opinn himinn, það vitjunartími. Og það ekki bara það bylgja farin á stað. Og þar munu koma 4. Og þar munu koma 4, svo litla fyrst. Og hún að byrja. Og þá þurfum við að halda áfram og vera trúföst og glæða það sem kemur. Og síðan kemur önnur bylgja. Og hún verður stærri. Og síðan verður 3. bylgjan og svo 4. bylgjan og þá eru bara enginn að spyrja í hvað kirkju þú ert. Það bara kirkjan á Íslandi. Skiljiði mig? Þannig að þetta það sem að Drottinn að gera og Guð að fara að reisa upp brjálaða kynslóð sem hefur verið að ráðast á, búið að ráðast á hana í móðurlífi og nú hefur verið að ráðast á hana í leikskólanum, í skólakerfinu og það hefur verið að reyna að rugla hana og reyna að draga hana frá sannleikunum. En við erum fyrst og fremst sköpuð fyrir samfélag við Guð og það vilja allir vera hamingjusamir. Ég þekki það. Það vilja allir vera glaðir og hamingjusamir. Það vilja allir fá kærleika frá ykkurum. Og það vilja allir eiga frið í hjarta sínu. Það enginn sem vaknar á morgnana, ég ætla að berja ykkur í dag og ég ætla að vera til ófríðar. Nei, það vilja allir innst inni þetta. Kærleika og gleði og frið. Þetta eru andasáustu sem Guð gefur okkur. Og við erum að leita þessu og svo eru 4. atriði sem er búið að gera könnun á þessu. Það að við viljum vita hver okkar tilgangur í lífinu. Og við þurfum að vita hver við erum í Guði. Og ég hef gengið í gegnum tímabil þar sem ég ekkert vita hver ég var. Það er mjög óþægileg stað. En góðu fréttirnar eru að það er allir hér inni sem hafa ykkur að gjöf. Þegar Guð skapaði ykkur, þá skrifaði hann heila bók líf ykkar. Þegar Guð mótaði ykkur í móðurkviði, þá skrifaði hann heila bók ykkur. Hvernig ykkar fullkomna líf skildi vera. Og svo stöndum við hér í dag í tímanum og við erum að leita að hver er ég? Hvað á ég að gera? Hvað skiptir máli? Hvað gefur mér gleði? Hvað gefur mér hamingju? Og Guð hefur gefið okkur eitthvað magna og þetta eru svona grunngjafirnar í okkur og það virkjast ekki að fullu
fyrir við komum undir smurningu heilasanda, fyrir við komum í samfélagi við Jesú Krist, fyrir við frelsumst í gegnum blóð lambsins. Amen. Og lífið byrjar þarna. Þegar við tökum á móti Jesú Kristi, þegar hann kemur blóð sitt, blóð lambsins og reynsa burt syndir okkar, það byrja bara lífið. Við erum komin inn í nýtt ríki, við erum komin inn í Guðsríkið og við erum komin í ferðalag, við erum komin á göngu. Og þetta ferðalag snýst hvað við veljum og hvað við notum. Amen. Og við getum verið á sama stað eða bakkað eða vera að dröllast á veginum eða við getum flogið yfir þetta og farið bara mjög hratt. Og trúið mér, það er ung kynslóð að rísa upp sem fljúga áfram. Og hún verður svo einbeitt og vitið út af hverju að því fókusin bara Jesú. Fókusin bara á Jesú. Fókusin algjörlega á Jesú Kristi. Af hverju erum við hér í dag? Við þurfum að spyrja okkur, hver ásetningur okkar? Hvað erum við að gera? Hvað erum við að gera með líf okkar? Hvað erum við að gera hér til dæmis í kvöld? Hver ásetningur okkar? Skoðum hjarta okkar. Aðal ástæðan að við að vera hérna út af Jesú Kristi. Amen. Og ef það ekki, biddu Guð að hjálpa þér að komast á réttan stað þar. Að bara sjá fókusin aftur, að vera stilt bara, kompásinn verið stiltu bara akkurat á gráðuna Jesú Kristur. Amen. Megum ekki missa sjónar á honum núna. Vegna þess að lífið með Jesú, það er spennandi. Við erum að fara í ferðalag með honum og hann er alltaf að fara með okkur á nýja staði. Og áfangastaðurinn er náttúrulega paradís eða himinin að vera í eilífi með Jesú. Og þegar við erum búin að vera með honum í 1000 ár eða 1.000.000 ár, þá mun hann koma okkur óvart. Þá mun vera eitthvað, vá. Það mun ekki vera eitthvað, þetta er orðið svolítið rútína. Nei, eftir 100.000.000 ár í eilíðinni, þá verðum við ennþá, vá, ég hef aldrei séð þetta áður. Skiljiði. Og við erum á þessu ferðalagi og við komumst inn á hann á veg fyrir blóð lambsins. Blóðið hreinsa burt alla syndir. Fortíðin er strikuð út. Og annað sem blóðið gerir, það hjálpar okkur að fyrirgefa öðrum. Blóðið er svo öflugt og þetta fyrirmyndar í gamla sáttmálanum. Þetta maður sjá þetta í faðirvorinu. Fyrirgefa svo voru skuldir, svo sem við og fyrirgefum voru skuldir nautum. Og þegar ég var barn held ég að þetta væri eitthvað sérstök nautategund, en við skildi ekki þessa löngu vísu sem mamma var að kenna mér. En blessi mömmu fyrir að kenna mér þetta. Halleluja. Og dísi Guði að þetta er það sem að hjálpar okkur áfram. Þegar við erum erfitt með að fyrirgefa, hafið þið lent í því, kannski er það að glíma við það í kvöld. Eigið erfitt með að fyrirgefa ykkur. Ég hef staðið þeim sporum. Ég vildi bara helst taka á þennan viðkomandi á lífi sem gerði þetta. Skiljið. Ég bara, maður sem braut svona fjölskyldunum minni, ég var bara brjálaður. Og ég var samt kristinn. Og veitir hvað ég gerði? Fór fram fyrir Guð, ég sagði við drottinn, ég bara er ekki með fyrirgefningu í hjarta minni til að fyrirgefa þessari manneskju, hún gerði svo svakalega slæma hluti. Og þegar ég talaði svona við Guð, þá kom hann með blóð sitt og ég bara, þessi tilfinning hvarf og ég bara, ok, ég get haldið áfram. Þetta listi mig. Halleluja. Þannig ég bið fyrir þeim sem eiga að halda ennþá í gremju og halda ennþá í að fyrirgefa ekki, drottinn, blóðið þitt getur bjargað þeim. Amen. Blóðið það ber okkur áfram. Það hjálpar okkur að fara úr stað sem erum föst, að ganga þessa göngu. Blóðið helgar okkur, það gefur okkur frið við Guð, það gefur okkur nærveru við Guð. Það hjálpar okkur að hreinsast, þannig að heilagur andi geti sest á okkur og geti talað til okkar. Amen. Það er tvennt sem við þurfum að hafa í þessari göngu, svona eins og vangi í lífinu. Annað er orð Guðs, þessar 66 bækur sem að Guð gaf okkur. Treystiði Guði til að koma með boðskap til mannkynsins og hann hafi komið með innblásið orð, sem sagt frá Guði, sem að kom með í gegnum þessar 40 höfunda í þessum 66 bókum
Treystið honum til þess að koma með það sem skiptir máli til mannkynsins fyrir okkur á hverjum tíma? Amen. Ég treysti honum til þess vegna þess að ég sé á orð Guðs frá 1. Mósebók til Óperunnarbókarinnar. Það er ein persóna sem hefur verið að fjalla fyrst og fremst. Hann heitir Jesú Kristur. Það hefur verið opinberaðan og einu sinni predikaði ég á einni svona stund hverja einustu bók, 66 bækur og benti á Jesú Kristi, hverja einustu bók. Ég er ekki að fara að gera það núna, það er annað sem ég er að fara að gera núna. Og þessi vængur orðsins sem við þurfum að hafa og við þurfum að láta hann bera okkur uppi, þá þurfum við að lesa orðið. Og þá kem ég að því sem að sumir eiga erfitt með. Ég les til dæmis lágmark 3 kafla á dag, þá les ég alla biblíuna á ári, en helst vil ég fara í 6 kafla á dag, þá les ég hana 2 á ári, og svo er ég að lesa stundum 1 og 1 vers, og fara og kvóta 1 og 1 vers, og stundum er ég að fara með versin sem ég er búin að læra utan að. Og það er nauðsynlegt að þekkja alla biblíuna frá A til Ö, það er nauðsynlegt að lesa hana og tilenka sér hana. Amen. Nú kannski fá sumir, wow, þetta er svolítið mikið. En byrju Guð að hjálpa þér. Taktu það bara 1 vers í einu. Ég veit einn sem tók bara 1 vers í heila viku og tugði það. Það er að segja, hann las aftur og aftur og aftur og aftur. Hann kunni það utanbókar og hann hugleiddi það aftur og aftur, bara dag og nótt nánast. Og þá, eftir vikuna, þá kom bara hugljóman. Opinberun hvað þetta vers þýddi og nærvera Guðs kom yfir hann. Og breytti honum, gjörsamlega. Þannig að orð Guðs, það er lifandi og það er kröftugt. Halleluja. Hvað er orðið? Í upphafi var orðið var hjá Guði, orðið var Guð. Og svo var orðið hold. Það er Kristur. Þetta er hugur Guðs. Þetta er Kristur í holdi. Sem að kom til okkar og þetta er hugur hans, þetta er vilji hans. Þetta er orð. Amen. Þannig að þetta er magnað. Og annan hinvængurinn hann er svolítið skemmtilegur, hann er heilagur andi. Heilagur andi er sendur til okkar til þess að kenna okkur Jesú Krist, til að minna okkur á orð hans og til að opinbera orðið fyrir okkur. Amen. Og heilagur andi er skemmtilegur. Heilagur andi er alltaf að koma okkur óvart. Og heilagur andi, hann elskar að blessa okkur. Halleluja. Og þegar við erum á þessum 2 vængjum, að þá getum við flogið. Halleluja. Og ef við erum bara á öðrum væng, ég sá fuglum daginn sem var vængbrotin og hann gat notað annan vænginn alveg og hinn var brotin, þannig að hann lafði bara. Og ég horfði á hann stund og hann var alveg svo ætlaði að fara að fljúga, en hvað haldið hafa gerst? Hann flög ekki. Hann gat ekki flogið. Hann hafði bara annan vænginn. Og það er eins með okkur, við verðum að vera orðsins fólk og andans fólk. Og þið stelpur, þið eru frekar svona andansmegin og við strákarnir svona meira orðsinsmegin, en við þurfum að berjast að báðum borðunum. Halleluja, við erum komin að borði drottins. Halleluja. Það er Salmur 23 fyrir þetta ár. Við erum komin að borði drottins og hann býr okkur borð frammi fyrir fjöndum okkar. Hvað er á borðinu? Það er allsnægtir. Og þegar ég sá þetta borð í byrjun ásins, í sín, gullborð, og Guð segir, þetta er kraftaverkaborð, þetta er margföldunarborð. Það er komið tími fyrir minna kirkju að það fara margfalda skjafirnar og það fara að koma kraftaverkin í líf fólks og ég fara að reisa fólk upp. Amen. Og við þetta borð, þá kemur olían. Halleluja. Olían, hún flæðir. Og bikar minn er barmafullur. Leiðrétta þetta? Orð, barmafullur, flæðir yfir. Já, það er frumtextin. Íslenska þýðingin var svolítið hóvar. En allt í lagi. Þið skiljið meininguna. Þannig að flæðir yfir og þegar olían féll yfir prestana, yfir skegg Arons, þá féll hún yfir höfuð hans, augu hans, munn og nef, eyru. Þegar við fáum olíuna, það var allt svo auðvelt. Þá skiljum við allt, við sjáum betur. Amen.
Það er það sem Guð er að fara að gefa okkur í dag. Við erum komin að borði drottins, kraftaverka borðinu, að margkvölduna borðinu. Allt sem að Guð hefur gefið okkur, það margkvaldast. Halleluja. Allt sem við snertum, það margkvaldast. Dísi Guði. Er ekki spennandi? Halleluja. Þannig að nú er tími fyrir Ísland að fá spámæla á opinberun. Jóel spáði, endatíma spámaðurinn, þessi litla bók, hún er stór í mínum huga. Og hann segir, síðar mun ég úthella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, gamalmenni yðar mun dreyma drauma og ungmenni yðar munu fá vitranir. Og fyrir 2000 ára þá byrjaði Guð að úthella á þennan hátt. Og nú erum þá byrjuðu síðustu tímarnir raun og veru. Við erum ennþá á síðustu tímum, núna erum við á allra síðustu tímum, samkvæmt spádómunum og samkvæmt tímatali Guðs. Við erum á allra síðustu tímanum, þá er mest spennandi. Þetta er tíminn sem að spámennirnir horfðu til, ég vil vera á þessum tíma. Því að stæðsta vakning allra tíma kemur yfir mannkynið. Og stæðsta vakningin er að koma yfir Ísland. Halleluja. Hvað ætla að gera þegar meir en 100.000 Íslandingar frelsast? Það verður ekki pláss í kirkjónum. Það verður ekki pláss. En það verður pláss í heimahúsum. Og út allt. Halleluja. Það verður fínt að hafa bara bænastund hvar sem er. Í skólunum, í fyrirtækjónum, í bónus og hvar sem er. Strætó. Halleluja. Þannig að Drottinn vill úthella anda sínu núna og hann er með áherslu á það, úthella af anda sínum. Að menn fái sýnir, þeir fái drauma og þeir munu fá vitranir. Vitið að ég er 40 ára núna á þessu tímabili. Já, ég veit að ég er svolítið unglegur. En ég er 40 ára í Kristi og ég hef alltaf verið að fá drauma og sýnir og eitthvað svona reglulega og ég hef skrifað þetta niður og þetta er svona 1 draumur á ári eða 1 annað hvert ár. Þá er ég að tala um andlegan draum þegar ég vakna. Já, þetta er eitthvað andlegt, nú er Guð að tala eitthvað til mín. Þá skrifa ég niður. Svo þegar himinin opnaðist síðasta haust og ég bara, Guð sagði það við mig, sko, nú er himinin opnast yfir Íslandi, nú er ég að fara að gera nýtt, nú er bara brotið blað. Á þessu eina ári, frá síðasta hausti þar til núna, hafði verið meira opinberanir, drauma og sýnir en öll þessi 40 ár. Og ég bara, þetta er bara orðið svona spennandi, sko, skiljiði. Og ég fór að lesa bara yfir hvað er ég búin að skrifa fyrir bara þetta ár. Ég bara, vá, hvað er í gangi, sko. Guð er að flýta sér. Þetta er svo spennandi. Ég bara, vá, spenntur yfir því sem Guð er að gera. Halleluja. Að lesa Biblíuna, það eykur þekkingun á hver Guð er. Og til að skilja orðið, þá þurfum við heilagan anda. Til að skilja hvað heilagur andi er að gera, þá þurfum við að þekkja orðið. Halleluja. Og að skipti máli að taka orðið og tilenga sér það. Eins og ég var að segja, lesa orðið, en stundum er bara meira atriði að lesa bara 1 ritningastað og láta hann sökkva inn í sáli sína. Og þegar við tökum orðið, þá biðjum við það út. Og við syngjum það út, jafnvel. Ég er ekki góður í að syngja það út. En við getum beðið það út og við getum talað það út og svo framvegis. En það er 1 orð sem ég veit að þið hafið praktisera að biðja út. Það er faðirvorið. Amen. En það er einn öflugasta bæn sem að Guð gaf okkur. Þegar Páll og Sílas voru í fangelsi í Filippí, þá voru þeir hússtríktir, settir í gapastokk. Þeir voru í innsta fangelsinu. Þetta var ekki góða kringumstæður. Þú veist, það var búið að sláða svo illa að þau blæddi og þau voru sárum allan líkamann. En þeir lofsungu Guði. Hvað voru þeir að syngja? Kannski Sálm 103, lofa þú drottin sála mín. Eða jafnvel Sálm 23. Eða jafnvel bara voru þeir að syngja faðirvorið. Við vitum það ekki.
En allan hafa hreyfið það við hjarta Guðs. Þannig að fangelsið byrja að skjálfa og það dyrnar opnuðust og fólk var að frelsast. Amen. Dís í Guði. Heilagur andi er nauðsynlegur til að við eigum andlegt heilbrigði. Til að við séum heilbrigði í Guði. Og markmið með nærveru andans er alltaf opinbera Jesú Krist. Alltaf. Alltaf að lyfta Kristu upp og draga okkur inn í nærveruna. Dís í Guði. Og heilagur andi, hann er ekki einn á ferð, hann er með engla hersveit. Amen. Og það var einmitt á þessu sviði sem ég sá engil koma hérna og Guð tala. Nú er ég búin að senda ykkur engla hersveit, sagði hann. Nú er ég að gefa ykkur meðbyr. Og svo sá ég engilinn reisti svona út vængina, þetta mikla vænghaf, setti annan vænginn á eina persónu sem var upp á palli að lofa Guð og svo upp á hina hérna megin og svona eins og ýtti á þær. Og svo sagði hann einmitt við mig, ég er að fara að úthella anda mínum yfir Ísland og ég er að fara að byrja unga fólkinu. Þannig að ég er svona að leggja áherslu á unga fólkið, takið eftir því þegar það frelsast og verður svolítið svona röff, verður svolítið ókirkjulegt eða óheflað. Bara sýnið umbyrðalindi því að Guð er að fara að gera nýja hluti. Halleluja. Eitt sem heilagur andi gefur, hann gefur 9 gjafir. Ég ætla ekki að tala um þar allar. Ég ætla bara að tala um 2 í lokin. Hann gefur tungutal. Og hvað er tungutalið? Tungutalið er í raun og veru lofgjörð til Guðs. Tungutalið er þegar við tölum leyndardóma Guðs. Tungutalið er það þegar við leyfum heilagan anda sem hefur tekið bústað í okkur að nota rödd okkar. Og ég man því ég fekk heilagan anda fyrst. Og þá fann ég bara eldin í kviðnum á mér. Og svo kom þetta svona ofar og svo var eins og tappi tekin úr flösku. Og ég bunaði bara orðunum út með svona látum að háa að sá sem var að biðja fyrir mig, vertu rólegur. En ég var búin að biðja það í heilt ár, þannig að ég var svo spenntur, þið getið ímyndað ykkur. Halleluja. Þannig að þetta skiptir máli að leyfa heilugum anda að taka yfir og biðja í tungum. Stundum vitum við ekkert hvað við að biðja um. Og stundum biðjum við bara rosalega bjánalega, sko. En það er betra að biðja bjánalega en biðja ekki neitt. Halleluja. Og ég er ekki að tala um mig líka, sko. Þannig að maður veit ekki alltaf fyrir hverju maður á að biðja. Amen. Dís í Guði. En Guð hefur sendt okkur þetta tungutal, þessa gjöf, eina af þessu 9 gjöfum og það er að biðja í tungum og þá komumst við í andan og við biðjum í andanum. Og hvað gerir það? Það er andinn, hann biður í gegnum okkur. Hann veit hvað það á að biðja. Hann talar tungumál engla eða tungumál manna. Og hann gefur okkur hvíld þegar við gerum þetta. Hann endurnærir okkur, hann gefur okkur kærleika, hann gefur okkur svo mikla gleði. Og við fáum opinberun miskunn Guðs og hvað Guð er mikill. Og þegar við erum að biðja í tungum þá tölum við leyndardóma við Guð og það byggir okkur upp. En síðan er ein gjöf þarna sem ég ætla að enda á, sem skiptir rosa miklu máli. Það er í 1. Korintharbréf 14. kafla 5. vers. Ég vildi að þið töluðu öll tungum, en þó enn framar því hefðu spámanlega gáfu. Og þú þarft ekki að vera spámaður, en þú getur fengið spámanlegu gjöfina. Og það er raun og veru þannig að allir þurfa spámanlega gjöfina sem heilagur andi gefur. Þetta er eina af þessum 9 gjöfum. Og af hverju er hún svona mikilvæg? Og þá kannski kemur fyrst upp í hug okkar, til að tala inn í líf annara, það er í síðasta sæti. Fyrsta atriðið er til að sjá Krist. Við höfum aldrei séð hann eins og lærisveinarnir apóstolarnir, eða þessi 500 sem áttu vitnisburðum líf Jesú Krist, dauða og upprisu, sem voru bara lifandi vitnisburðir. Skiljiði? En við höfum aldrei séð það svoleiðis. En fyrir trú og fyrir þessa spámanlegu gjöf, þá getum við séð hann.
Og vitið það, ef þú sér Krist, þá mun það breyta lífiðinu alveg gjörsamlega. Þú verður aldrei eins. Og eitt af því sem að skipti máli í endatímanum, þegar mótstaðan er mikil og djöflavaldið er mikið og það er virkilega stríð, eins og segir í Ópenbarunarbókinni á endatímanum, þá skiptir þetta máli. Það er blóð lamsins, við sigurum hann fyrir blóð lamsins, fyrir orð vitnisburðarinn um Jesú Krist, fyrir orð vitnisburðarinn sem við fáum fyrir spámanlega gjöfina, segir í 19. kaflanum. Og þá eigum við vitnisburð um að hann lifir. Amen. Dísi Guði. Og í öðru lagi þá er það til þess að fá opinberun orðsins, til að skilja orðið, til þess að fá dýpri opinberun, og opinberun er orðsins í öðru veldi í raun og veru. Og í þessi þriðja lagi, það er til þess að fá spámanlega bænir, þegar við erum að biðja og andi kemur yfir okkur og við sem sagt fáum þessar spámanlegu bænir, að biðja út í spámanlegu anda. Halleluja. Það gefur sko líf og gleði í bænina. Og síðan er það síðast atriðið að tala inn líf fólks til uppbyggingar, hvatningar og huggunar. Þessi 4 atriði. Þetta er ekkert smá. Þannig að þetta er mjög mikilvægt og fyrstu 3 atriðin eru raun og veru mest fyrir okkur. Og svo hvernig tekum maður á móti þessu, það var eins og ég fór inn í áðan, fyrir blóð Jesú Krist þá ertu hreinn. Og heilagur andi það hreinast það til að setjast á. Hann þurrkar út fyrir blóðið, fortíðina og allt þetta óhreina. Og hann getur sest og hann getur fyllt okkur. Og í öðru lagi þá er að staðsetja sér rétt. Vera með fólki sem er að biðja. Vera með fólki sem er í eldinum. Vera með fólki sem er fullt af heilugum anda og eldi. Í manni sinni vorum 3 að biðja hlið við hlið á svona bekk. Og eftir smá tíma var sá sem var hægra megin, hann byrjaði að hristast og skjálfa undir krafti Guðs. Og svo eftir 10 mínútur síðar þá fór hinn að hristast og skjálfa undir krafti Guðs. Og ég sagði bara, Drottinn, ég vil þetta líka. Það kom ekki á þeirri stundu en það kom síðar. Þannig að þetta er smitandi að við erum nálægt þeim sem eru brennandi. Og þá er þetta spennandi. Amen. Þannig að staðsetja sér rétt. Vera með rétt af fólkinu. Og gefa tím okkar eins og María sem að satt við fætur Jesú stöðulega, hún átti sérstakt aðgang að hjarta Guðs. Að þegar hún kom til hans og Marta var búin að biðja eiginlega nákvæmlega sama, Jesú, ef þú hefur verið hérna þá væri bróðir minn lifandi, skilurðu, og þú hefði bara reist hann við. Og María segir raun og veru þetta sama, en aðeins öðruvísi, hún situr við fætur Jesú þegar hún segir þetta. Og hann kemst við og tárast og grætur og fer svo og reisir Lazarus upp. Hún átti sérstakann stað í hjartans. Amen. Amen. En að núna, vitið þið hvað þetta skiptir miklu máli fyrir okkur. Ísland er á sérstakann stað núna. Ísland er á réttum tíma fyrir útællingu heilags anda. Halleluja. Og nú þurfum við að staðsetja okkur rétt. Við þurfum að hrópa þetta niður. Við þurfum að halda áfram og glæða eldin. Vitið þið hvernig þetta var í Azusa 1906 í Kaliforníu þegar heilagur andi féll og það breytist út til þjóðana og menn fóru með tungutalið út allt. Vitið þið hvernig þetta byrjaði? Þetta byrjaði með 2 konum. Svo voru þetta bara nokkra personur sem voru að biðja þetta sama, eldurinn myndi vera glæddur og þau héldu áfram og þau voru trúföst að biðja. Amen. Og þeir sem að lýsa þessu, sá sem var blaðamaður að skrifa þetta á sínu tíma, Kristinn blaðamaður, hann sagði einmitt, þau voru bara trúföst að glæða þennan eld og þetta bættist við, þannig til að bara enda með því að eldurinn féll og dýrðin féll. Og krakkarnir, litlu krakkarnir, smábörnir sem þið vitið þegar þið farið með krakka á samkomu þá geta það varla setið. Þau sátu alveg agndofa og lyftu höndum. Og svo fóru þau stundum, þessi öllra minnstu í feluleik að því dýrguðs var svo þykk. Það kom bara ský af dýrðaský niður og þau voru að fela sig í skýinu. Þau ólustu fyrir þetta.
Og þegar andi Guðs fjall með mestu krafti, þá voru kornabörnin sem voru í fangin á mömmunni. Þau grét ekki, þau lyftu upp höndum. Þú veist, þetta var dýr Guðs. Og þegar dýr Guðs mætir okkur, þá verðum við aldrei eins. Þegar þú sérð dýrð Jesú Krist, þá verður aldrei eins. Þetta er tíminn sem að við verðum að fókusra á Jesú og elta hann. Vegna sem við erum að fara á nýjan stað sem kirkjan hefur aldrei farið á áður. Við erum að fara úr eyðimörkinni eins og Ísraelsmenn fóru úr eyðimörkinni, yfir Jórdan, inn í Kanasland og þeir þurftu að elta örkina sem við myndum á Jesú Kristi eða myndum á dýr Guðs. Og það var ekki bara einn maður sem bar dýrðina, það voru 4 alltaf sem bar hana. Og þetta er sama fyrir okkur í dag. Að vera einn og vera einhver stjarna er liðin tíð. Við erum kirkja sem kemur saman og þá getum við borið dýr Guðs. Amen. Það er það sem skiptir máli. Og Guð er bara að fara með okkur á nýjan stað. Halleluja. Þetta er svo spennandi og við viljum ekki missa þessum blessunum sem Guð er fyrir okkur. Og hann fyll okkur af þessari eftirvæntingu og þessu hrópi sem andinn vil gefa okkur. Kom þú drottinn Jesús. Kom þú drottinn Jesús. Ég þrá að sjá þig. Ég þrá að sjá þig. Heldur þú getið fengið að sjá hann? Já. Það er sko sannarlega að fá að sjá hann. Ég veit að þegar ég fekk að sjá Krist, það var bara eins og snúi við. Ég var bara algjörlega, ég var aldrei verið eins. Amen. Dísi Guði. En við ætlum að standa á fætur, við ætlum að fara inn í fyrirbæn, fyrir þá sem vilja. Sama hvað það er, hvort þú viljið taka á móti Jesú Kristi, hvort þú viljið fá tungutalið eða þú viljið fá spátumskjöfina. Og ég ætla að fá fyrirbyndur líka hérna fram. Hver sem þarfin er, alveg sama. Eða kannski ert að glíma við að fyrirgefa. Alveg sama hvað það er. Kannski ertu bara að reyna að koma lífiðinu í skikkanlegt horf. Alveg sama hvað það er. Jesú er hér, hann vil mæta þér. Og hann vil tala inn í lífið þitt, hann vil opinberast þér. Í Jesú nafni, bara með djörfung, startu upp og komdu fram til fyrirbænar. Við viljum að biðja fyrir þér. Amen.